Það þekki allir Hallgrímskirkju þegar þeir sjá hana, en það gnæfir hún yfir Reykjavíkurborg sem hæsta kirkja landsins. Eða er hún virkilega það? Já, þetta er nú hús þar sem að fólk kemur saman til þess að hlusta á guðsþjónustur. Og ef við færum inn þá myndum við sjá kirkjubekkina, altarið, skírnarfontinn og ræðupúltið þar sem að orð og sakramenti fara fram. Við myndum sjá orgelið og ýmsa muni sem að tilheyra svona kirkjum. Spurningin er ekki hvort að kirkjan sé kirkja í þeim skilningi sem bygging, því það er hún augljóslega, en hvort hún sé raunverulega kirkja, og þá er spurningin hvernig skilgreinum við eiginlega kirkju. Samkvæmt lútherskri skilgreiningu er nefnilega kirkja ekki hús, heldur söfnuðurinn sem þar kemur saman. Og það er ekki hvaða söfnuður sem er, heldur er það söfnuður kristinna manna og kvenna, söfnuður hinna heilugu, sem saman koma orð Guðs og sakramenti. Það er að segja, þar þarf að vera sönn predikun á fagnaðarerindi Jesú Krist og þar þarf að vera rétt úthlutun á sakramentunum. Það gerir kirkjuna, söfnuður Guðs, orð Guðs og sakramentin. Í Matteusarguðspjalli í 18. kafla getum við lesið að þar sem 2 eða 3 eru samankomnir í Jesú nafni, þar er hann mitt á meðal þeirra. Kirkjan er söfnuður Guðs sem að hann kallar saman með orði sínu og þar sem hann kemur saman með þeim hætti, þá er það sannarlega kirkja, hvort sem það er í svona flottu húsi eða einhvers staðar annars staðar.